Það eru pingimenn sem helsa ykkur á 9 ári. Þriðjudagurinn 2. janúar. Nú er svart. Nú er það svart. Ég er góður, ég vann í bingo í gær. Já, heyrðu, 9-ársbingóinu. Ég var í 9-ársbingóinu, tók aðalvinningin. Svona umtabil, ég var mjög sáttur með minn vinning En þú ert nú bara þunnur, ég hef aldrei séð þig. Já, ég dreipi nú hérna, ég reyndar ekki á Lavazza, þeir eru náttúrulega fattið frá okkur. Þannig að það er bara heimagert kaffi. Já, djöð. Tekið með í kaffimáli. Ég ætla ekki að opinbera hvað ég er að drekka. Nei, þetta er einhver rafgeima sýra. Já, við þurfum að fara að vinna í því, við þurfum að vinna í kaffimálunum á 9 ári. Ég heyrði þáttu dagsins, íslensk erfðagreining. Slash Decode. Já, eða þú veist, já. Decode maður, ætlaðu að gleyma þessu? Já, þú veist, er þetta ekki decode eining innan íslenskar, eða þú veist, hvernig er skiptingin á þessu? Get your facts straight, it's a new year, man. Þú ert að vinna. Heyrðu, nei, ég komst að þessu sjálfur, sko. Ég fer í þetta eftir, móðurfélagið úti sem var skráð á markað, fyrsta íslenska félag til að vera skráð á hlutabréfamarkað erlendis, Nasdaq, hét Decode. Já. Og svo var alltaf að tala dótturfélag þess sem hét íslensk erfðagreining. Já, ok. Þannig að ég er nú svo sem með kenningar þetta. Já, ok. Og já, en hérna, við erum semst ennþá í seríu 15, búum til peninga. Já, veitu, ég var að hlusta einhvern þátt frá því fyrir ári síðan, þá vorum við í seríu 13. Já, þetta er búið að taka rosa langa. Við náttúrulega fórum í pásu með öllum spjöllunum. Það er okkur frábæra viðmælendur sem komu. Við gerðum það reyndar. Já, en hérna, ert þú með eitthvað rannsóknarspurningar inn í þátt? Ég ætla að segja eitthvað fleira, sorry. Nei, ekkert svona, þú veist. Ég ætla ekki að vera hastur svona nýja. Ég meina bara, hver eru laun Kára Stef? Væri það ekki? Jú, þú getur kannski komið til því. Já, ég sá nú eitthvað, sko, það er nú, sko, að kom eitthvað fram að stjórnendur samtals eru með $1 million. Hvort að, þú veist, þá held ég stjórna meðlimir og forstjóri eða eitthvað álíka. Já, sem er $1 million í þetta er hörku spurning, ég ætla að skrifa þetta niður hérna í tölvuna hjá mér. Er Kári, og annað, hvað kassaði Kári inn á sölunni? Hvenær seldu þér aftur, var þetta ekki 2012? 13 held ég. 13 hérna. Sko, ég er með rannsóknarspurningarnar, hvers virði er gagnagrunnurinn? Já. Það hefur verið deilt þennan gagnagrunn frá upphafi. Já. Allan frá 97. Svo var ég með spurninguna, er Kári Stefánsson góður businessmaður? Og það er, þú fæðist ekki, þú getur ekki fæðist með öll spilin, sko. Nei. Hann er náttúrulega alveg, sko, bráðgreindur maður, læknir, menntaður, eða ekki? Já, ekki skottulæknir, bara læknir. Já, og veit allan fjandan þú veist, allt bara einhvern veginn. Hann virðist geta tjáð sig allt. Já. Og bara er með, bara góð, vopn í vopnabúruna á öllum sviðum. Já. En spurningin er hann góður businessmaður? Svo er ég með, sko, svona inn í sviga who got rich? Já. Þegar ég seldu, who got rich? Who the fuck got rich? Who got rich? Og svo spurning 3, hvernig virkaði fléttan? Og við förum yfir fléttuna á eftir. Bara sölufléttan eða hvað áttu við? Fléttan. Hvaða flétta? Förum yfir fléttuna á eftir. Þetta er kannski orðið tvílega spurning, sko, af hverju var Decode móðurfélag og íslensk erfðagreining? Meinar. Dótturfélag, það er flétta. Svo er kannski hægt að henda inn spurningun, hver er Rasmatómis Svitstómats? Já, í rannsóknarstofu vísindamanns. Já, gefum kattbræðurum var þetta ekki rannsóknarstofu virts vísindamanns, eða hvernig var þetta? Ég man það ekki, ég geti hlusta á það. Það er held ég á annar myndu í viðtalinu. Það er mjög snemma þána. En sko, hvernig virkaði fléttan? Það var semst, af hverju var þetta dóttur- og móðurfélag og svo B, söluna á íslenska erfðagreiningu til Amgen, rétt eftir hrun. Það er flétta. Það er ekki föst flétta, það er laus flétta sem við þurfum að kryfja. Já, einmitt. Ég fer í það. Heyrðu, áður en ég hef mál mitt sögu íslenskar erfðagreiningar, þá vil ég fá lag. Breyttu þessu lagi. Ok. Ég vil fá Djöfulinn ert að koma með núna. The X-Files Theme. Main title. The X-Files Theme. Já, ég ætti að preppa þið fyrir ekki að... Má ég þetta? Er það hérna? Já, þetta er... Já, ég skilði þér. Decode Genetics. Þetta er svona... Sko, ég skipti þessu í nokkra kabla. 96-2000, heitir bara fyrstu árin. 2000-2010, netbólan fjárfestingar og fjör. 2010-2013, leitin að lífinu. Og svo 2012-2023,
lífið er núna. Þetta eru kaflar íslenskrar menningu. Skemmtilegt. Sko, fyrirtæki stofnað í maí 1996 af Kára Stefánsinni. Kára Stefánsinni. Þá prófessor í tauga og taugameinafræði við Harvard. Vissirðu það? Nei, ég vissi nú ekki hann hafi verið Harvard. Það er hiti á Harvard, testaðana. Ég vissi hann hafi verið úti. President Gay. Hefur ekki fylgst með því, eða? Nei. Æ, það er hérna út af Palestínu-dótinu. Og hann var líka yfirlæknir á taugameinafræði deild Beth Israel sjúkrahússins. Já, sér það sko. Hugmyndin á baku félagið, eins og sagði hérna, var erfðafræði rannsóknir og sem sagt í grunninn að nýta erfðafræði rannsóknir við að búa til lyf. Að nýta gögn sem liggja fyrir og finna fylgni á milli einhverja hérna gagnasetta í íslenska erfðamenginu og búa til gúdsýtt lyf. Það segir hér að hlutafé hafi verið 10-12 miljón dollarar frá erlendum fjárfestum sem voru held í bandarískir en það var ekkert meira það síðan. Nei, hvað, ég meina, er þekkt hvað hans hlutdeild var í upphafi? Nei, ég er ekki með það. Það er rannsóknarspurning. 1998 þá gera þau samning sem held í fyrsti stóri samningu fyrirtækisins við svissneskan lyfjarisa og sækja 15 milljarða íslenskra króna til að rannsaka 12 sjúkdóma. Þetta árið hvað segirðu? 1998. Þannig að þú kannski núvirðir 15 milljarða 1998. Í sama mánuði var hlutafjárútboð hér heima þar sem fjárfestum bauðist að fjárfesta fyrir 800 milljónir króna á hinu svo kallaða gráamarkaði. Ég verð með yfirferð gráamarkaðin í næsta föstudagskaffi. Já, ok. Því að afsakið svona helmingur að minni rannsóknarvinnu þegar ég fann greinar Decode fór í aðra greinar fjármálagerninga á þessum tíma. Þetta voru 3 fyrirtæki sem eiginlega bara átu umræðina. Það var hérna Oz, Decode og eitt annað fyrirtæki sem ég ætla ekki að segja núna út af því að ég ætla að tala það. Og sætla minninga. Já, en sko þessi grái markaður Er það sem þú ætlar að tala í föstudagskaffinu næsta? Eða gerður það í síðasta? Nei, ég tek það fyrir. Það er svona smá tímaflakk, ég ætla ekki að segja hvort. Tíminn er afstæður. Allána, sko, þeir selja 800 milljónir á gráamarkanum og bara til að gefa stutta útskýringu grái markaðurinn var sem sagt markaður sem að íslensku bankarnir, þá vantanlega Búnaðarbankinn Sprón eitthvað fleira, byggu til sín á milli og var í rauninni ekki eins og Nasdaq heldur bara einhvers konar miðstöð fyrir telst ekki vera sko almennur hlutafjármarkaður með öllu því regluverki sem fylgdi. Sko, bréfin í Decode fóru strax á flug og voru metin á 65 dali á tíma áður en þau fara á þennan markaði Nasdaq 2000. Þegar stóð hæst áttu 6.000 Íslendingar í Decode og umdeilt hérna það er slatti. Já, enda ég líka það eru mjög margir einhvern veginn ennþá brendir eitthvað að hafa verið plataðir í að kaupa í þessu á einhverju bólu og þetta náttúrulega bara talar inn í netbóluna í Bandaríkjunum skráningin og hæpið og fleira. Eitt af fyrstu umdeildu hérna var árið 1999 þá keyptu íslensku ríkisbankarnir og innlendir fjárfestar fyrir 6 milljarða í Decode. Það sem gerist síðan er að þeir dömpa þessum bréfum það bil helming eiginlega bara strax, bara mjög stuttur seinna en öll söluræðan í kringu það að þessi bankar hafi fjárfest var sko eins og segir hérna Margi Pétursson hjá MP banka að með kaupunum hjá öllum þessu stóru aðalum þá væri verið að viðurkenna verðmæti Decode. Kæru hlustendur, já það er nóg eftir að þessum þætti en til að hlusta á restina þá verðið að fara inn á partus.is/pingjan. Hvað er mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki það ekki. 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það er mikils að vinna þar. Það er verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreikningar. Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreikningar þættir inn á partus.is/pingjan og komið með okkur í ferðalag. Ekki orðum það mér.